Formaður Þingvallanefndar segir nefndina ráða því hvort hjólbörur eða þyrlur séu notaðar við byggingarframkvæmdir innan þjóðgarðsins. Sumarbústöðum á stærð við einbýlishús hefur fjölgað innan þjóðgarðsins á Þingvöllum. Framkvæmdaglaðir mega ekki nota þyrlur við byggingarframkvæmdir í sumar. Byggingar verða takmarkaðar verulega samkvæmt tillögu sem lögð hefur verið fyrir Þingvallanefnd. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 230 ferkílómetrar og nú í þjóðgarðinum 80 sumarbústaðir, 7 bústaðir í Gjábakkalandi suðaustan vatnsins en flestir bústaðirnir eru vestur af Valhöll við Valhallastíg og Nesi þar vestan við sem Rauðkussunes eða Kárastaðanes. Það verður örugglega einhvern tímann mikill friður fyrir þá eigendur þessa glæsihýsis þegar það tilbúið, en það hefur ekki verið svo mikill friður við byggingu þess. Stórvirkar vinnuvélar komast ekki á þessum litla krákustíg hér Valhallastígnum í þjóðgarðinum, þannig að fólkið hefur notað þyrlur til að flytja steypu, en nú það ekki hægt og framkvæmdir liggja niður í sumar, enda heyrist hér ekkert annað en fuglasöngur og þytur í laufi. Þingvallanefnd ákvað að banna þyrluflugi frá 11. júlí til 1. október. Já, við ákváðum að gera þetta núna yfir sumarmánuðina meðan flestir eru á Þingvöllum. Þetta nú ákvörðun okkar sem landeiganda þarna til þess að hafa stjórn á því hvernig framkvæmdum háttað innan þjóðgarðsins en ekki verið að banna yfirflug yfir þjóðgarðin eða annað slíkt. Landeigendur hafa heimildir til þess að takmarka svona athafnir innan sinna jarða. Nú ef það einhverja sérstakar aðstæður og þá taka menn náttúrulega afstöðu til þess en við ákváðum að gera þetta, já. Flugbannið var aðeins sett vegna byggingaframkvæmdanna en áfram fljúga vitanlega flugvélar og þyrlur yfir Þingvelli. Við náttúrulega höfum ekki lofthelgis yfirráð yfir Þingvöllum. Við getum hins vegar ákveðið það hvort að menn nota hjólbörur eða þyrlur við byggingaframkvæmdir á Þingvöllum. En það fleira sem sumarbústaðaeigendur í þjóðgarðinum þurfa hugsanlega að sætta sig við því Bjarni Harðarson, Framsóknarflokki nefndarmaður í Þingvallanefnd, hefur lagt til að þrengja reglur sumargerð sumarbústaða, að banna stækkun þeirra eða nýbyggingar og einnig banna girðingar í kringum lóðirnar. Margir nýjir sumarbústaðir hafa verið reistir síðustu ár á Þingvöllum á eldri grunni og jafnast sumir á við einbýlishúsa stærð. Sumarhúsaeigendum hafa verið sendar tillögurnar. Þetta mál liggur fyrir nefndinni og við tökum afstöðu til þess þegar við höfum fengið umsagnir frá hagsmunaaðilum. Finnst þér kannski orðið of mikið framkvæmdir þarna, svona miðað við í ljósi þess hvaða staður þetta Þingvallanefnd hefur samþykkt allar þær framkvæmdir sem þarna eru. Við höfum rætt þær ítarlega og farið yfir allar umsóknir og samþykkt þær, annars væri þær ekki þarna í gangi. Þannig að ég hef staðið að þeim samþykktum með öðrum nefndarmönnum og telur sjálfur sér ekkert of mikið af framkvæmdum. Ég tel hins vegar að það verði að líta til hvers þáttar. Við höfum mjög stranga byggingaskilmála og reglur varðandi það hvernig með standa þessu. Nú hefur einn Þingvallanefndarmaður komið fram með tillögur breytingar á þessum byggingaskilmálum og þá það málið þetta sem við tökum til umræðu eins og eðlilegt í nefnd sem starfar á þann veg sem við gerum.